Þá höldum við áfram hérna og erum stödd í leikhúsi, stödd í settuna af Lísu sem við erum að fara að frumsýna hérna á Akureyri í Rýminu. Og við erum búin að fá hérna til okkar 2 unga menn í sett og við ætlum að ræða við þá Valentínsdaginn. Nei. Það er gaman að sjá svipinn á okkur. Við ætlum að ræða við ykkur, bardaíþróttir. Þið hafi verið búin að opna stöð hérna fyrir norðan. Þú ert að fara að æfa að þjálfa með Gunnari Nelsson? Jú, eftir helgi mitt. Við erum á mánudaginn og verðum hérna í einhverja viku. Sennilega þetta svona loka undirbúningurinn hans hérna á Íslandi. Og sem er alltaf bara frábært að koma 3 Írar og yfirþjálfarar hans frá Írlandi líka og einhverjir fleiri erlendir menn. Svo er þetta bara alveg frábært að taka þátt í þessu og læra með þeim. Koma svo aftur heim með þetta. Er hann stórstjarna í heiminum? Hann er það. Hann er miklu meiri stórstjarna á internetinu og Bandaríkjunum og í Evrópu heldur hann í Íslandi. Og hann er samt stórstjarna á Íslandi. Þetta er oft þannig að það hefur verið að gera svolítið mikið úr íslenskum kannski mönnum, en það er ekki þannig. Hann er... Nei, bara sko bæði glímutengt og þessu blöndu bardauðum. Þetta er bara svona, hann er stórstjarna báðar áttir. En hvað getið þið sagt okkur þetta, bara þessa tegund íþróttar sem þið eru að æfa hjá hvernig? Við förum bara yfir nöfnin fyrst. Já. Þetta eru bara bardaíþróttir sem við erum með hana. Við erum með kickbox og muay thai og ólympískan hefaleika og brasilískt jiu-jitsu og síðan erum við með standandi glímu eða wrestling. Og er mikill munur á þessum íþróttum? Já, það er mjög mikill munur á öllum þessum íþróttum. Geturðu útskýrt kannski pínu fyrir okkur? Hver er munurinn eða þið? Já. Sko, ólympískan hefaleikar og muay thai eru bæði svona striking íþróttir þar sem við erum að slá með höndum og í muay thai ertu líka að nota fætur og hné og olnboga en sem á ekki ólympískan hefaleikar. Og jiu-jitsu er bara golfglíma, þetta er afbrigði judo þar sem við notum lása og hengingar til þess að yfirbuga andstæðinginn á meðan standandi glíma er bara að koma andstæðingi í gólfið. Byggir þetta allt á sjálfsvarnar elementi einhverju? Er þetta sjálfsvarnar íþróttir allt saman? Já, mjög praktísk. Þetta er svona lifandi íþróttir. Mikið ferli í æfingunum hefur bara að takast á móti öðrum og þjálfa viðbrögð og læra svona tækni sem virkilega virkar. Og er keppt í einhverjum svona þyngdaflokkum og svoleiðis? Já, það eru lotur, þyngdaflokkar, mjög stíf regluumgjörð, allir búnaður er alveg háklassa. Það er rosalega lítið slys í þessu, einmitt af því að fólk er þjálfað til að verja sig líka. Ég sá einmitt á netinu daginn, þá var umræða varandi þessa íþrótt sem að Gunnar er að keppa í, birtan einhverja myndir. Þetta væri mjög mikið ofbeldi. Kannski voru við ósökjum hérna áðan þið komið og sögðu við að vera að fara að tala um ofbeldi. Já. Það var mjög djók. Já, ást og ofbeldi. En hérna, þetta er ekkert þannig, þú veist, eða ég... Nei, þetta er ekki ofbeldi, þetta er náttúrulega bara keppnisíþrótt. Þetta eru bara atvinnumenn sem eru að keppa í sínum íþróttum sem snýst út af það að þeir eru að reyna að yfirbuga hvern annan með þessum aðferðum. Er ekki samt mikið einmitt rætt um þetta? Ekki að einhverju sé að fara, að þetta sé þessi ofbeldistenging? Jú, alltaf, þetta lítur ekki vel út. Við getum ekki færa mikið þannig að þeir eru að slást. En þeir eru sjálfviljugir að slást, þeir eru þjálfaðir, þeir eru eyða sennilega 8 tíma vinnandi í gyminu að æfa. Og eins og við fórum inn í aðan, við getum örugglega fundið sambærilega mynd í öllum íþróttum. Svo alltaf ósækjað að taka svona mynd af einhverjum blóðugum manni liggjandi hann á maganum hálfrótugum. Og maður sér þetta kannski fyrir utan Amor alla helga líka, það er enginn að stoppa skemmtistæði. Þú veist, maður getur tekið allt svona úr samhengi og spila það mynd sem maður vil spila, sko. Og það er náttúrulega til myndir úr flestu íþróttum þar sem að hafa slys á sér stað, sko. Eða bara ofbeldi. Eða ofbeldi. Fótbolti. Já, það er ábygglega fleiri sem slasast í fótbolt, það er líka sem fleiri keppir. En þetta virðist vera, það eru rosalega margir sem virðist vera farnir að æfa hjá okkur. Þetta er einhvern veginn að koma svolítið sterkt inn hérna á Akureyri, minnst okkur. Er þetta á landsvísu orðnar vinsælar íþróttagreinar? Já, það er búin að vera svona mikil vitundavakning í kringum þetta á landinu og á höfuðborgarsvæðinu. Er Gunnar Nelsson að poppa upp? Algjörlega, hann er rosalega mikið svona að ýta undir þetta allt saman. Og þá er mjög mikil svona vitundavakning búin að vera í þessari brasilísku glímu. Það er mjög mikið heimsvísu líka búin að vera síðustu 10 árin. Það sé að koma mjög sterkt inn. Það er alveg að endurspeglast líka hérna í Íslandi. Ef að Hilda fer nú að æfa hjá okkur, hvað ætti hann að fara í? Í góðum, ætti að vera. Það sem við hefur áhuga á.
Að spjalla. Við erum Er það tegund? Við erum með heimasíðu sem er fenrirmma.is og þar erum við með allar upplýsingar öll námskeið sem við erum með og þá getur við lesið til allt saman og ættir að hafa mjög góða mynd af öllum íþróttum sem við erum með. Og fólk getur mætt og prófa væntanlega og svo. Við getum komið að skoða. Við getum komið að skoða og prófa í grunninn á skjánum. En hvernig verður hægt að fylgjast með Nelson að keppa? Þú getur bæði sótt þetta vafasaman hátt netinu sem ég hvet nú enga til þess en þú getur líka keypt þetta svona ákveðið stream af netinu. Þetta er í London. Já. Svo þetta verður sýnt 8 eða 9 kvöldið og við ætlum að hafa kvöld hjá okkur í Fenri á Laugardalskvöldinu og sýna þetta þar á sjónvarpi og vonandi ykkur tjaldi. Er þetta stórslagur framöndan hjá hann? Já, það má hún segja það. Það er svona Algjörlega. Þá er það eiginlega bara lokaspurningin. Strákar, það er Valentínusardagur. Já. Hvað ætlaði að gera í tilefni hans? Það er bara afmælisgakandi á dótturinni, hún er 2 ára í dag. Til hamingju. Það er ekki til skemmtilegri ástæðan það. Ég ætla nú bara að býja eftir konundeginum. Er hann ekki handi á hann? Já, þú sleppir þessum og ferð í konundaginn. Já. Já, þetta er mjög misjafnar skoðunar á þessu. Ég er einhvern veginn á því að maður eigi að nýta öll svona tilefni. Ég vil hafa fleiri daga, guladaga, hattadaga, rundóttadaga, ástadaga. Og gula hattadaga. Já, gula hattadaga, alla svona vegna þess að það er svo margir mánudagar. Hann verður eitthvað bankamæður en maður ætlar að standa undir kostnað á því alltaf. Bara sækja eitthvað gamalt. Sko, Valentínusardagur, er þetta ekki bara skrifa fallega miða? Ég var bara hættur. Þú ert búin að tala út í horn. Ég er búin að tala út í horn og þá ætlum ég að gefast upp. Takk hérlega fyrir komuna, strákar. Takk. Svo höldum við að fara með þetta smá stund. Nei.